Góðan daginn, kæru vinir. Það gleður mig að sjá okkur öll í dag, gleðilegan hvíldardag. Og mig langar svo til þess að við byrjum þessa samkomu öll á því að lofa Guð saman. Það er Salmur 11, lofgjörðarljóð. Og við skulum lúta þess höfði. Kærleysríki Faðir á himnum, við þökkum þig fyrir að fá að koma hér saman í dag og þínum hvíldardegi og fá að lofa þig. Þakka þér fyrir að þú hefur verið með okkur og þú hefur leitt okkur hér. Við biðjum að þinn heilagi andi verði hér mitt á meðal okkar og að þú munir vera sérstaklega með ræðumanninum og hjálpa honum þegar hann talar til okkar, gefa honum orð frá þér og viltu vera með okkur öllum sem hér mætt að við mættum meðtaka orð þitt og læra meira þig í dag. Í Jesú nafni, amen. Og við ætlum að syngja meira, við ætlum að syngja sálminn Ég vil fylgja frelsaranum. Og ég ætla að biðja ykkur að standa á fætur því ég ætla að lesa ritningaversið sem Carlos valdi fyrir daginn í dag. Það er að finna í bréfi Páls til Filippíumanna og það er 2. kafli og 2. vers. Kemur hérna á skjánum.
Þá gjörið gleði mína fullkomna með því að vera samhuga, hafa sama kærleika, einn huga og eina sál. Við skulum biðja. Góði Jesús, þakk fyrir þín góðu orð. Þakka þér fyrir að þú ert alltaf með okkur. Og þessa stundina vil ég sérstaklega beina sjónum okkar að því sem hefur verið ritað í bænabókina. Viltu lækna og líkna og vera með? Viltu hjálpa í krabbameinsmeðferðum? Viltu hjálpa við bata, við eiturlyfjafíkn? Viltu hjálpa fólki að halda sér frá áfengi? Viltu vera með þeim sem hafa þjást eftir heilablóðfall? Og viltu vera með þeim sem eru að leita þín? Góði Jesú, það eru svo mörg bænaefni skráð í bænabókina. Og við biðjum þér að koma inn í hvert og eitt þessara aðstæðna. Og þú veist hvað er best fyrir hvern og einn. Og fyrir okkur hér, allar hennar þöglu bænir, viltu góði Guð heyra þær. Við vitum að við þurfum ekki að hafa áhyggjur vegna þess að þú skrýðir blómin meira en Salómon sjálfan og fuglarnir hafa engar áhyggjur. Viltu hjálpa okkur að komast á þann stað að við getum lyft öllum okkar byrðum á þínar hendur og vitað og treyst að þú munt vel fyrir sjá. Viltu, góði Faðir, vera sérstaklega með öllum börnunum hér og varðveita þau og framtíð þeirra. Ég bið þess í Jesú blessaða nafni. Amen. Og þá ætlum við að syngja annan sálm. Það er sálmurinn Dýrmæta vissa. Amen.
Tómas, þú mátt hafa aftur hérna síðustu glæruna uppi. Þetta er svo flott hérna, síðasta. Dýrmæta vissa eign þín ég ekkert mig Jesús skilur frá þér. Hérna. Gracias del Salvador. Næst síðustu 2 línunar. This is my story, this is my song. Það aðeins öðruvísi þarna. En við ætlum að taka núna upp gjafirnar. Góði Jesú, þakka þér fyrir þær gjafir sem þú gefur okkur og viltu góði Jesú blessa þessar gjafir og margfalda þér þær þínu kirkju til framdráttar og þínu málefni. Við leggjum allt í þínar hendur í Jesú nafni. Amen. Jæja, þá komið að barnasálminum. Jæja, krakkar, þá ætla ég að biðja ykkur að koma. Gjörið svo vel. Ahora, niños, ahora vamos a conocer a un señor que no hemos visto antes, que se llama Carlos. Hola.
Halló, Buenos días. góðan daginn. Encantado por estar aquí con vosotros, Ég er svo gladur að vera hérna með ykkur. en especial de mirar tanta gente bonita. Að horfa á svona mikið af fallegu fólki. Perdón, la gente bonita está aquí Fyrirgefi, fallega fólki er hérna fremst. porque han venido de la gente que está por detrás. Af því það kemur frá fólkinu sem er hérna fyrir aftan. Bien, déjame bajar más para estar cerquita de sus ojos. Við langar að fara hérna aðeins niður tröppurnar til að vera nær augum ykkar. ¿Quién de vosotros ha mirado una ballena? Hefur einhver af ykkur séð hval? Una ballena, Hval? Já. un pez enorme, Sem er grande, risastór fiskur. muy grande. En la Biblia hay un personaje que ha tenido un encuentro con un pez enorme. Í Biblíunni þar er maður sem að lendi því að kynnast risastórum fisk. No sabemos si es una ballena o no. Við vitum ekki hvort þetta hafi verið hvalur eða ekki. En la Biblia no está escrito que es una ballena, Það stendur ekki í Biblíunni að þetta hafi verið hvalur. pero para nosotros un pez enorme es una ballena. En fyrir okkur, risastór fiskur þýðir hvalur. En la Biblia, en Jonás, Í Jónasar bók tenemos que Dios ha hablado con este hombre þar sagðum það að Guð talaði við þennan mann, y le ha Jónas, dicho, og hann hafði sagt, tienes que ir a un pueblo. þarft að fara í eitt þorp Y entonces Jonás, og que era un tío muy obediente, hann var mjög hlýðinn. ha entrado en una barca Já, hann var mjög óhlýðinn, hann fór í bát y ha ido para og þar hann stoppaður af. otro pueblo, Já, hann var á leiðinni til annars þorps. porque no le gustaba mucho lo que Dios le tenía dicho. Og hann fannst ekki gaman af þessu sem að Guð hafði beðið hann að gera. Y cuando él estaba en la barca, Og þegar hann var í bátnum las olas han crecido, crecido, crecido og þá uxu öldurnar y ha venido una tempestad enorme og þá komu brjála veður y la gente no sabía qué pasaba. og fólki vissi ekki hvað var í gangi. Los marineros estaban con miedo. Og sjómennirnir voru hræddir. Y Jonás, ¿qué ha dicho a ellos? Og hvað sagði Jónas við þá? Yo sé qué pasa. Og hann sagði, ég veit hvað er í gangi. Yo soy el problema. Ég er vandamáli hér. Tírame al mar, Hendið mér út í sjó que todo va a pasar. og þá mun allt lagast. Entonces le han poner al mar, buf, para el mar, Þannig að þeir tók hann og hentu hann út í sjó y la tempestad terminó. og þá róaðist Las allt. olas han bajado, Og þá lækkuðu todo öldurnar, tranquilo. allt var rólegt. Ha venido un pez enorme Svo kom risastór y fiskur ha tragado og Jónas. gleypti Jónas. y ha estado dentro del pez enorme. Og þarna var hann inn í stóra fisknum. ¿Cuántos días? Hvað var hann í marga daga inn í fisknum? 3, 3. Muy bien, Já, mjög gott. 3 días. 3 daga. Y después, Og eftir þetta, Jonás ha pensado y pensado, ¿qué estoy haciendo de mi vida? og þá fór Jónas að hugsa inn í Y el hvalnum, pez hvað er ég ha að gera? llegado a una playa Svo kom fiskurinn að y strönd lo ha ponido en la playa. og skýrt honum út úr sér. Y después Jonás Og svo kom Jónas. ha ido para dónde? Hvert fór Jónas svo aftur? ¿Sabéis para dónde ha ido? Vitið þið hvert Jónas fór eftir að hafa búið að skýrpa honum út úr fiskinum? Til Níneve. Correcto. Ha ido Rétt. para donde Dios le tenía dicho. Þannig að hann fór þangað sem Guð var búinn að biðja hann að fara. Hay que oír que nuestro papá y nuestra mamá nos
comunican todos los días. Og það foreldrar ykkar eru stundum að segja ykkur það sem þið eigið að gera alla daga. Es bueno para nosotros. Og það gott fyrir okkur að gera það sem mamma og pappa segja. A la primera vez miramos, esto no es bueno. Og stundum hugsaum, nei, þetta ekki Mi gott. papá, mi mamá, Mamma og pappi, nei, nei. yo creo que si voy a hacer esto va a ser muy bueno para mí. Og þá hugsaðu stundum, já, betra að gera bara akkurat öfugt. No. Como Jonás, Nei, alveg svo Jónas, por veces hay lecciones que aprendemos porque við þurfum stundum að algo læra, nos puede pegar duro. við þurfum að læra að vegna þess að annars, El papá, mamá, maestros, profesores, todos más están para nos ayudar. já, það getur valdið okkur vandræðum að fylgja ekki því sem að þau segja. Foreldrar okkar og kennarar okkar, þeir eru að leiðbeina okkur. Como Jonás, Alveg svo Jónas, que nosotros, pequeñitos, mayores, bæði litli krakkar og stóri krakkar, podamos mirar, getum við hort oír og hlustað los mayores á þá sem eru eldri y seguir. og hlýða þeim. ¿De acuerdo? Eru þið sammála? ¿Quién está de acuerdo? Los más pequeñitos. Má ég sjá, La hver eru mano sammála? arriba. ¿Sí? Já, No está convencida. þú ert ekki svo samfærð. Tengo aquí a alguien mirando a su mamá. Hún var að El horfa, papá. hún var að horfa á mömmu sína og hún var að horfa á pappa Ok, sína. ahora está. Ok, muy bien. Gracias. Takk fyrir, Ok, krakkar. Ahora, para los más grandes, Og nú ætlum ég að tala til ykkar sem eru eldri. una vez más es un placer enorme estar aquí. Aftur, það mikil ánægja fyrir mig að vera hér. Gracias por la invitación. Takk fyrir að bjóða mér. Yo soy de Portugal, Ég frá Portugal, pero ha nacido en África. en ég fættist í Afríku. Yo soy de Angola. Ég frá Angola. También de Angola Þarna eru tveir frá Angola, Wanda og llamamos Vítor. patricios. Ok, muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema Í que dag es ætlum við að tala þetta þema hér. Advento. Efnið aðventa. Tenemos una placa a la entrada Við erum þarna með skilti við innganginn con esto. og það stendur þarna aðvent. ¿Sabemos qué es esto? Vitum við hvað þetta þýðir? ¿O es apenas una pegatina? Eða er þetta bara eitthvað límiði sem maður setur á sig? ¿O es como un club de fútbol? Er þetta eitthvað bara fótboltaklúbur? ¿Cuál es tu iglesia? Hver er kirkjan þín? Soy adventista del séptimo día. Ég er sjöndadags aðventisti. ¿Qué es eso? Hvað er það? Það er spurning. Predicamos al sábado, Við predikum hvíldardaginn, no hacemos esto, við gerum ekki þetta no hacemos esto, og ekki þetta heldur. y entonces quitamos una lista, un listado Og við erum með lista de no. af því sem við megum ekki gera. El listado de los nos. Listin af neyjum. Por a veces somos los campeones de Ve- los nos. Við erum stundum bara meistarar í að segja nei. Como los campeones de la Champions League de los nos. Bara eins og þeir sem eru búin að sigra heimsmeistarakeppnin í fótbolta, bara yfir það að geta sagt nei. Eso no es ser adventista. Þetta er ekki að vera aðventisti. No, este es algo distinto, Þetta er eitthvað allt annað. completamente distinto. Algjörlega ólíkt því sem að við erum.
Porque advento Af því að Significa- aðventa þýðir llegada að koma, o venir. að koma. La Es lo misma mismo, palabra. Es lo mismo. Ah. Al coma. Að koma. Muy bien. Como tal, nosotros acreditamos que Dios, Jesús, va a venir. Við segjum að Jesús er að fara að koma aftur. Amén. Amen. Eso es nuestra pegatina. Þetta er okkar skilti. Esto es nuestra misión. Þetta er okkar starf. Como tal, ¿qué tengo que hacer para ser adventista? Hvað þarf ég að gera til að vera aðventisti? ¿Es seguir muchos nos Er það að fylgja fullt af neyjum o hacer muchos sís? eða gera mikið af jáum? ¿O es una mezcla? Eða er þetta eitthvað sambland? O intentar hacerlo de todo en primero para ser alguien feliz Eða reyna að gera þannig að maður sé hamingjusamur aquí en esta tierra, hérna á þessari jörð? porque estamos preparando Af hverju erum við að undirbúa? para ir para Af því að við erum að undirbúa el það cielo. að fara til himna. Si somos siempre tíos tristes, Ef við erum alltaf sorgmætt og leið siempre mal con la vida, og í vonduskapi, todo es una desgracia, allt er ómögulegt, mi vida es una desgracia, lífið mitt er ræðilegt, mi mujer, mi suegra, dos desgracias, já, eiginkonan og tengdamamma ræðilegar. y ahora tenemos aquí un listado tremendo de desgracias. Nú erum við með stóran lista af einhverju hræðilegu. ¿Qué es eso? Hvað er þetta? No, Nei, un cristiano es un ser feliz. sá sem er kristinn, hann er Tenemos que hamingjusamur. ser felices. Við þurfum að vera hamingjusam. Nosotros habemos sido criados por Við vorum sköpuð Dios. af Guði. ¿Cuántos de aquí son papás? Hver ykkar hérinn eru foreldrar? ¿Cuál es lo más bonito de la vida? Hvað er það fallegasta við lífið? Nuestros hijos haciendo qué? Börnin okkar þegar þau eru glöð. Siendo felices. Þegar að börnin eru glöð. Cuando estamos tristes, Hvenær nuestro er- papá cómo está? Hvenær eru við leið? ¿Qué estamos haciendo? Hvað erum við að gera? Segja foreldrar okkar þegar Claro que está aquí a donde estamos es una envolvencia de pecado. ef við erum í, no entendí bien. Todo a nuestro alrededor es pecado. Já, allt í kringum okkur er synd. Es un mundo que no es perfecto, Við búum í heimi sem er ekki fullkominn, pero es lo que es. en hvað er það? Dentro de lo que tenemos a nuestro alrededor, Allt það sem er í kringum okkur vamos a intentar mirar para dónde vamos. og við ætlum að horfa frekar þangað sem við erum að Solo ahí vamos a ser felices. fara. Af því að þar munum við vera hamingjusum. Es un equívoco procurar aquí la felicidad maravillosa. Það er villa að vera að reyna að gera þennan heim eitthvað svo æðislega hamingjusum. Eso no existe. Eso es imposible. Það er Perdón. ómögulegt. Það er ómögulegt. Yo sé para los más chicos, el novio, algo así, es wow. Ég veit þetta er erfitt fyrir fólk sem er ástfangið, ungt og ástfangið, Pero el novio se va a quedar viejo, en kærastinn verður gamall, dolores en las espaldas fær verk í bakið y poing, 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 poing. og hann fer á Y niðurleið. todo se va. Como tal, lo que tenemos que hacer cada vez más Það sem við þurfum að gera meir og meir af es poner esto a trabajar. Já salió. ¿Ya está? Já salió. Já. Ajá.
hay milagros. Það eru til kraftaverk. Es un tiempo de esperanza y espera de estar siempre atentos y vigilantes, de prepararse con alegría para la venida del Señor. Þetta tími biðar og vonar að vera athugul og vakandi til að búa sig undir komu drottins með gleði. ¿Es esto que estamos haciendo? Þetta það sem við erum að gera? ¿Con alegría? Erum við að gera þetta með gleði? ¿Atentos? Erum við vakandi og athugul? ¿Vigilantes? Erum við athugul? ¿Es esto que estamos haciendo? Það sem við erum að gera? ¿O quejando? Eða erum við að kvarta? ¿O distraídos? Eða erum við utan með okkur? Mirando los pájaros Eða erum við bara að horfa á fuglana? y todo que está a nuestro alrededor. Og allt það sem umhverfis okkur. Y es muy, muy, muy importante tener esto en cuenta. Það mjög mikilvægt að hafa þetta í huga. Porque Af því að como una novia se adorna, se prepara para la llegada de su esposo, su amado. eins og brúður skreytir sig, undirbýr komu eiginmanns síns, ástvinar síns. Que ha contraído matrimonio, ¿quién se acuerda de su boda? Þeir sem hafa gift ykkur, hver Yo me man eftir acuerdo. brúðkaupinu? ¿Se acuerdan de su boda? Munið eftir brúðkaupinu? Já. Si quieres comer, Viltu freka fá að borða? levanta la mano. Yo tengo casi 40 años de casado. Já, ég semst búin að vera giftur í nokkur ár og veit hvernig þetta Það var þannig ¿Fue un día especial o no? Var þetta ekki sérstakur dagur? Los hombres, cuando la novia entró en la iglesia, Karlmenn, þegar konan kom, tilvonandi eiginkona var að koma inn í kirkjuna. ¿hubo una lagrimita o no? Kom ekki smá tár? Yo sí. Ég felldi No una, tár. dos, tres, cuatro, ni idea. Það var nokkur tár. Una alegría. Mikil gleði. Era la primera vez que estábamos mirando nuestra novia. Var þetta fyrsta skipti sem No. við sáum kærustuna? Yo Nei. la conocía hace 10 años por ahí. Ég var búin að þekkja henni 10 ár. Normal. Þetta var bara venjuleg kona fyrir mér. Cuando tenemos una idea, cuando Jesús va a venir, Þegar við höfum þessa hugmynd það hvernig Jesús að fara að koma aftur, ¿o qué sentimos? hvað finnum við til? Hið Miedo? innra? ¿Miedo? Finnum við til hræðslu? ¿Alegría? Verðum við glöð? ¿Pánico? Verðum við taugaveikluð? Hola. Aquí hay una mirada muy clara entre la llegada de la novia Hérna mjög skýr sýn y la þegar, llegada de Jesús. þegar brúðurinn kemur, þetta eins og þegar Jesús kemur. Hay que ser igual. Þetta á að vera alveg eins. Y cuando estamos aguardando, en cuanto aguardamos, en cuanto esperamos, Já. Já, og þegar við erum að bíða, hay que estar siempre positivos, og þá þarf maður að vera jákvæður, alegres, glaður, como estábamos en nuestro matrimonio. alveg svo þegar við vorum að fara að gifta okkur. En nuestra vida vamos a tener esto. Í lífi okkar munum við vera með aðstæður eins og þessar. Es parte del pecado. Þetta er hluti af syndinni í heiminum. Porque es normal, desgraciadamente. Því miður þá er þetta bara venjulegt í okkar heimi. Pero vamos a tenerlos con nosotros siempre. En við munum alltaf hafa þetta hjá okkur. Ahora depende de nosotros cómo vamos a tratar esto. Hvernig, svo fer það eftir okkur hvernig við munum höndla erfiðleikana. Les voy a mostrar un par de ejemplos. Ég ætla að koma með nokkuð dæmi.
¿Conocéis esto? Esto es Can- los refugiados en Lesbos, una isla en Grecia. Kannistu við þetta? Þarna eru flóttamenn í Lesbos í Gríklandi, þetta er eyja sem tilheyrir Gríklandi. Sí, que son apoyados por una organización de donde yo estoy. Og þarna er verið að styðja við þetta fólk sem er að flýja. ADRA es una organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ADRA er stofnun sem tilheyrir kirkju sjöndadags aðventista Apoyamos la gente que tiene necesidades. og þarna er verið að hjálpa fólki í neyð. Esto es ser adventista. Þetta er að vera aðventisti. Esto es predicar a Cristo Þetta er að predika Krist con actos, með verkum, no por palabras. ekki bara orðum. Porque palabras Af því að orðin para gente que tiene hambre fyrir fólk sem er svangt, no es suficiente. það er ekki nóg. Vosotros han venido muchos de vosotros de países a donde hay Sumikar problemas. koma frá landi þar sem eru vandamál, Solo palabras innantóm orð, no llegan para eso. þau bara ná mjög skammt. Puede. Hello, guys. Ajá. Hace 2 años Fyrir 2 árum síðan empezó una guerra en Europa. þá hófst stríð í Evrópu. Una guerra más. Enn annað stríðið. No estamos aquí para comentar un lado o otro lado. Við erum ekki hér til að vera að taka þátt eða vera í liði með einum eða öðrum. Como iglesia Sem kirkja, es muy triste það er mjög sorglegt cuando va a morir de un lado o de otro. þegar að fólk deyr hvort heldur sem í þessu Ambos son liðinu hijos de Dios. eða hinu liðinu. Þetta er allt börn Guðs. Tiene madre, tiene padre, tiene hermanos. Þetta fólk á móðir, faðir, sískinni. Para nosotros es terrible, de un lado o de otro. Fyrir Da igual, okkur er þetta da hræðilegt. igual de malo. Þetta er hræðilegt hvort heldur sem er þessu liði eða hinu liðinu. Pero esta foto En þessi mynd, corrió un mundo hún fór allan heim en CNN. á CNN sjónastöðinni. ¿Por qué? Og af hverju var það? Este tío de peinado bonito soy yo. Þessi þarna með fallu hárgreiðsluna, það er ég. La rubia es mi mujer. Þessi ljósarða er kona mín. Y esos son los primeros refugiados. Og þetta eru þeir sem að komu og voru að flýja, þessi 3 þarna. Por casualidad, Og fyrir tilviljun, los primeros refugiados fyrstu flóttamennirnir frá que stríðinu salieron de la zona de guerra sem fóru út af þessu hernumda svæði, en el Triángulo de la Muerte, út úr þessum þríherningi dauðans, Ucrania, Bielorrusia y Rusia, Úkraína, Hvíta-Rússland og Rússland, una ciudad llamada Chernihiv, og Chernihiv hét borgin. yo los hospedé en mi habitación. Og ég fekk þau yfir til mín. Hay que, y fue noticia en gran parte de Europa, Og þetta var frétt sem fór alla Evrópu, no para mostrar que yo soy una buena persona, que no, ekki til að sýna að ég væri góð manneskja, pero para dar el ejemplo heldur til að gefa fordæmið, que es gente distinta de nosotros, að þetta fólk sé ólíkt öðrum, pero tenemos obligación
como pueblo, En við sem fólk höfum þá skyldu de hospedarlos, að taka þau inn á okkur. darles dormida, comida. Gefa þeim gisistað, mat, Esta es mi habitación. þarna bý ég Y después habíamos creado og svo eftir það þá erum við búin að skapa un corredor humanitario, korriður. Já, una salida humanitaria con muchos autobuses. já, við vorum semst búin að búa til einhvers konar leið fyrir rútur a donde quitamos miles þar sem við fluttum þúsundir de gente de la zona de guerra. frá þessu hernumda svæði. Y dar el ejemplo Og gefa þetta fordæmi que la gente de Dios að fólk sem está tilheyrir siempre disponible para ayudar. Guð alltaf tilbúið til að hjálpa. No interesa si son judíos, si son alemanes, ni importa, Það skiptir ekki máli hvort séu þjóðverjar eða gyðingar eða einhverjir aðrir. ni importa. Það skiptir engu. Algo interesante, Það er cuando mjög- llegaron, Það er Ah. athyglisvert að þegar þau komu, cuando llegaron, porque ellos han viajado en su coche 3 días sin parar, og voru búin að ferðast með bílnum sínum í 3 daga án þess að stöðva bílinn desde Ucrania al sitio más lejos de Ucrania, que es Portugal, og þau fóru eins langt frá Úkraínu og það var alveg til Portugal. cuando fuimos a comer, Og hvenær borðuðu þau svo? miraron que teníamos una comida distinta Og við sáum að við vorum með öðruvísi mat y empezamos a comer og við byrjum að borða y a beber og að drekka y la hija más vieja, og eldri dóttirinn, Sasha, Sasha heitir hún, habla un inglés perfecto, hún talaði góða ensku comentó que la comida le gustaba mucho porque era muy similar a su comida habitual. og hún sagði að maturinn hefði verið góður því að hann var svipaður því sem hún var vön að borða. Eran adventistas. Þetta voru aðventistar. Coincidencia. Komu? Es milagro, Já, þetta var kraftaverk. porque los primeros refugiados que han salido de la guerra Af hverju þessi fyrstu flóttamenn sem að flúðu úr stríðinu í Úkraínu adventistas. komu til okkar og voru aðventistar. Los primeros a aceptar gente Fyrstir sem voru teknir inn adventistas. voru aðventistar. El Dios de Moisés en el desierto es Guð- distinto del Dios de hoy. Guð sem að var Guð Móses í eyðimörkinni, það hann ólíkur þeim Guði sem við höfum í dag? No, Nei, nunca. aldrei. El problema puede estar en nosotros. Vandamálið hjá okkur. Tenemos gente trabajando también en campo de refugiados en Siria. Við erum líka með fólk frá kirkjun okkar að vinna í flóttamannabúðum í Sýrlandi, En este momento akkurat eins og y ha hecho esta pintura en la pared og þarna búið að mála á þennan vegg que es basada en la lectura inicial og hún byggð á þessu ritningaversi í Filippibréfinu y esto son los primeros exploradores, pathfinders en Siria. og þarna landkönnurnir, fyrstu landkönnurnir í Sýrlandi. Mismo en tiempos de desgracia podemos actuar. Og líka þegar að koma hverfast ósköpun yfir okkur þá líka þetta að vinna. Ha llegado el momento, dijo él, Jesús, el reino de Dios está aquí, cerca. Arrepiéndase y creen en las que buenas nuevas.
Tíminn fullnaður og Guðs ríki í nánd. Gjörið iðrun og trúið fagnaðar erindinu. Si el tiempo está cerca, Ef tíminn í nánd, ¿a qué yo invierto mi tiempo? hvað ég þá að fara að verja tímanum mínum í? ¿A qué? Hvað ég að fara að verja tímanum mínum í? ¿Para mí? Ég að fara að verja honum í mig? ¿Para llevar a Cristo a mis vecinos? Ég að fara að verja tímanum til að fara með Krist til nágranna minna? ¿Para oír un vecino que tiene un problema? Eða að fara að hlusta á nágranna þinn, segja þér frá einhverju sem hann að fara í gegnum? ¿Para compartir a Cristo? Að fara að deila Kristi með öðrum? No es necesario ser todo de espectacular. Það þarf ekki að vera eitthvað stórkostlegt. Es muy importante estar callado, oír Það mikilvægt a alguien que tiene un problema. Mikilvægt að vera þögull og hlusta á vandamál sem aðrir eru með. Esto es ser adventista. Þetta að vera aðventisti. Esto es invertir nuestro tiempo, foco, lo que queremos hacer. Og þetta að nota tíman okkar og fyrir aðra og einblína á það sem að mikilvægt er. Para terminar, Og til að ljúka, ¿cuál es mi objetivo de vida? hvert mitt markmið í lífinu? ¿Cuál es mi foco, Hvert ég að einblína á? mi enfoque? ¿Hacer algo para se quedar aquí en la tierra Gera eitthvað svo ég geti verið bara hér alltaf á jörðinni? o preparar algo en el cielo? Eða undirbúa eitthvað fyrir himinin? Aquí, dentro de la iglesia, todo es sencillo. Hérna í kirkjunni allt einfalt, La fuera en svo þegar maður kemur út úr kirkjunni, es difícil, þá verða hlutirnir erfiðir. porque el diablo está a la fuera aguardando. Og þarna Satan að bíða Pero okkar. Dios tiene mucho más poder. En Guð miklu Y sterkari. tenemos que acreditar que con Dios vamos a ser siempre, siempre, siempre ganadores. Og alltaf þegar við erum með Guði munum við vera sigurvegararnir. Y como tal, creo que esto es fundamental Og ég tel þetta vera mjög mikið undirstöðu atriði. ¿Qué pasaría si Jesús regresara hoy? ¿Qué Hvað pasaría? Hvað myndi gerast ef að Jesús kæmi í dag? ¿Qué pasaría? Hvað myndi gerast? ¿Tenemos la idea que hoy puede ser nuestro último día? Erum við tilbúin fyrir okkar síðasta dag? No estoy con un mensaje de terror, calma, Ég nú ekki að fara að fylla ykkur af einhverju hræðilegri tranquilos. hræðslu. Róleg. ¿Ok? Pero si Cristo viene hoy, Ef að Kristur kæmi í dag, ¿estoy preparado? ég tilbúin? ¿Quién tú quieres estar, quién quieres tener a tu lado cuando Jesús va a venir? Hvern myndi þú vilja hafa þér við hlið þegar Jesús kemur aftur? ¿Tienes la idea? Ertu með eitthvað hugmynd? ¿Qué estamos haciendo para tenerlo a nuestro lado? Og hvað erum við að gera til þess að þessi einstaklingum verði við hlið okkar? ¿Queremos tener nuestro papá, nuestra mamá, Viljum við hafa foreldra okkar, nuestros hijos, börnin okkar, nuestros vecinos, nágrannan okkar, todos aquellos que están a nuestro alrededor? allir sem eru hér í kringum okkur? ¿Qué estamos haciendo? Hvað erum við að gera? No es para fustigarnos, Þetta nú ekki til þess að berja es para ykkur. motivarnos. Ég ekki að reyna að berja ykkur með Estamos a svipu. tiempo. Ég bara hvet ykkur áfram. Tenemos tiempo para ir Við höfum tíma til að fara. hoy, Í dag, no mañana. ekki á morgun.
hoy. í dag. Hoy puede ser el último día. Í dag getur verið síðasti dagurinn, Como en la guerra, alveg eins og í stríðinu. nunca he tenido la idea cuando las tropas iban a llegar. Þeir gerðu sér ekki grein fyrir því að það væri að fara að koma hermenn. Y Svo han bara llegado. allt í einu voru þeir komnir. No sabemos cuándo Cristo va a venir otra vez. Við veitum ekki hvenær hann kemur aftur. ¿Estoy yo preparado? Ég tilbúin fyrir að endurkomu Jesú? ¿Voy a perder esto? Ætla ég að missa af þessu? ¿Qué quiere estar en este día, en esta hora, Viltu vera þarna á þessum tíma cuando Jesús va a venir? þegar að Jesús kemur tilbaka? Vamos a levantarnos. Við skulum standa á fætur. Muchas gracias, Dios, Kæri Guð, þakka þér porque tenemos tu promesa que vas a venir por nosotros. að því við höfum þetta lofar að þú munt koma og sækja okkur heim. Acreditamos que es un Dios de amor, Þú ert kærleikur que estás preparando un lar para nosotros. og þú ert að undirbúa stað fyrir okkur. Gracias por tu paciencia, Takk fyrir þolinmæði þína gracias por tu amor og takk fyrir kærleika þinn y gracias por esta iglesia aquí en Islandia. og takk fyrir kirkjuna hér á Íslandi. Agradecemos todo Við þökkum þér en allt nombre de Jesús. í nafni Jesú Krists. Amén. Amen. Takk fyrir, Carlos og Vigdís fyrir að þýða fyrir okkur sem tölum ekki tungur ennþá. Við ætlum að enda saman á því að syngja þennan söng Ég mun brátt sjá augliti Jesú. Megi Guð gera að við verum öll tilbúin þegar hann kemur aftur.
ætla að lesa hérna kveðju og blessunarorð úr Filippíbréfinu 4, það er vers 19 og 20. Kannski við stöndum bara öll upp. En Guð minn mun að auðlegð dýrðar sinnar í Kristi Jesú uppfylla sérhverja þörf yðar, Guði og föður vorum sem dýrðin aldir alda. Amen. Og við skulum lúta höfði. Kærleiksríki Faðir, þakka þér fyrir hafa verið með okkur hér í dag. Við biðjum áframhaldandi nærveru þína þegar við förum í Hvíldardalsskólann og borðum og heyrum svo aftur frá Carlos Díaz tala orð frá þér. Við þakka þér fyrir að uppfylla hverja þörf okkar. Viltu heyra þar bænir sem hér inni og svara þeim í Jesú nafni. Amen. Ég vil þakka ræðumannum okkar.